Já, komið sæl að nýju. Það konið nýji gestir til okkar. Það Davíð Jónsson, sóknarprestur, Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur. Við öll velkomin. Takk. Við byrjuðum áðan talað við fólkið það hvort það fylgdist mikið með ræðum þeirra miðflokksmanna eða miðflokksfólksins. Hafið þið fylgst með þessu? Nei. Nei, ég gat ekki lagt það á mig. Nei, ég held að enginn svona hlusti, sko. Þetta er eitthvað bara sem að gerast. Ég meina þegar þú ert farin að halda 30 og eitthvað ræðuna 43. ræðuna sama hlutin, þá ertu löngu búin að segja allt sem þú hefur að segja og hlýtur að vera annars eitthvað mikið að. Það eitthvað annað sem vakir fyrir þeim sem halda 40 eitthvað ræðuna sama hlutin. Þið prestar ekki að gera það með hagnaðaririndi? Við reynum að finna nýja nálgun og þannig að Biblían þykk bók, töluvert þykkari heldur bókum 35. Já. Og mun lifa lengur. Já, vonandi. Já. En samt það sem að gerast á þinginu, það þannig að það svona fámennur hópur, þetta 8 þingmenn í miðflokknum sem eru núna bara sko alveg fram á nótt eftir nótt, sko sem að tala og við komum svona galsíðu að fá hlátukast og við tókum þetta þegar ég var á sjónum við menn voru mjög þreyttir sko. Það þurfti oft mjög lítið til að fá menn til að hlæja. Og ég maður þetta einu sinni voru við mikill aðgerð og þá segir ég ætlar einn að biðja einhvern að rétta sér stáli, það var stála nýfið sín og segir, rétt með straujjárnið og við bara hlóum að þessu bara í langan tíma því það var engar varnir í líkamannum eftir. Ég held að þetta sé þannig og Sigri á Andersenu það var ekkert fyndið. Fólk bara orðið úrvinda. Það náttúrulega aðeins meiri áskorun að halda úti svona, það sem ekki þetta að kalla hana, en málþóf þegar að eftir þessar reglur tóku gildi fyrir 10 árum eða svo, þar sem að þú mátt ekki halda eins langar ræðu og vilt. Þannig að þú verður í staðan að halda margar. En ég hins vegar sé ástæðu til að staldra alltaf við þegar það málþóf, sko. Ég var nú þingrættarritari einu sinni, byrjaði í janúar 2007 og þá stóð yfir það sem stjórnarandstaðan kallaði mikil og innihaldsrík umræða UHF-væðingu Ríkisútvarpsins og var þá nálægt í að slá einhver met óbóðslega löngum ræða. Ég var náttúrulega svo ný að ég held að ég þurfti að fylgjast með öllum störfum þingsins og satt og hlusta á ræð eftir ræði og fyrir hvað fjölmiðlar og Mokkan og svo en svo lærði ég þetta nú svolítið hratt, þetta stóð í einhverja vikur, þetta var 3 vikur eftir ég byrjaði, það var bara þessi umræða og endanum og það náttúrulega hlutverk stjórnar meirihlutans þeir eru auðvitað að semja við stjórnarandstöðuna og það eitt að vera bara eitthvað hneykslast á miðflokknum og þeir séu að tala bókun 35 en ég held að sé alltaf holta að staldra við og hugsa hvað þeir að tala. Síðasta mál þó sem þau stóðu fyrir var orkupakkan og ég held að það hefði bara verið margt til í þeirri kritík sko. Og svo þetta mál eins og Icesave sem hafa verið rætt fram og aftur og allt og lengi, ég menna þetta eru bara risamál og þetta eru tækin sem að stjórnarandstaðan hefur til þess að reyna að toga í stjórnvöld sko. Píratar verið með gegn breytingum útlendingalögum. Já. En það samt að því að þetta til víðar, þetta til í Bandaríkjunum, að menn nota þetta. Þar ekki á hinni Norðurlöndunum. Þar ákvæði sem það bara annars konar umræðu hefur þar líka. Þar væri bara einn miðflokksmaðurinn að koma í erindinu á framfæri. Það var ekki allir þingmenn einhvern veginn að tala ofan í hvern annan. En í Bandaríkjunum þetta þannig að það þetta að stoppa svona með 60% atkvæða. Ríkisstjórnin hefur það reyndar ekki. Það þyrfti 38 þingmenn að samþykkja það að þetta er slökkt á þessu og bara gengið til atkvæða. Það er bara ljóst að það er búið að ræða málið til þrautar. Ég held að það sé alveg ljóst. Og sömuleyti það voru mörg mál örugglega í mannkynssögunni þar sem að minnihlutinn hafði rétt fyrir sér og meirihlutinn hafði bara kolránt fyrir sér. En við erum samt í einhverju samfélagi sem svona lýðræðissamfélag og við göngumst inn á einhverjar leikreglur þannig að það er ekki ásættanlegt að 10 manna þingmannahópur stoppi mál sem að allir hinnir vilja fara í gegn. Það er ekki þannig að ég hafi svo rosalega mikið niðri fyrir að þá eigi að taka sérstakt tilliti til mín. Þetta einhver leyti gerum við það automatískt, en ég veit ekki hvað það eigi við í þessum málum eða
þriðja orkupakkanum sem ég alveg sammála öllu. Ég hef nú sagt að ég væri móti þriðja og öðrum og fyrsta og bara öllum orkupakkum sem hafa komið frá Evrópusambandinu. Bara afleitt orkustefna sem við höfum ekki að koma nálagt. En svo sættir maður er bara í einhverju minnihluta í lýðræðslegu samfélagi og bara býtur í það súra epli og af hverju í minnihluta. Af því við tókst ekki að sannfæra fólk mínar skoðanir og það staða sem að Miðflokkurinn í. Hún bara ekki tekist að sannfæra meirihluta almennings eða meirihluta þingheims að þessi bókun 36 muni grafa undan sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Já, svo þetta náttúrulega líka vont að því að þingsins bíða fjöldi mála sem þeir eru líka móti. Já, en kannski ekki svona mikið, ég veit það ekki. Veiðigjöldin. Já, þá erum 3 flokkar sem eru á móti þar. Ég held að það væri mörgur litið meira spennandi mál innan gæsla bara til þess að takast á við þessar umræður því að það ímyndiði meira stjórnmálin og stjórnvöld hafi svolítið almenning með sér og meðan bókun 35 þar almenningur ekkert eitthvað með skiljið eitthvað rosalega mikið á móti fólk veit ekkert hvað þetta snýst og þetta svona ruglingslega umræða og með veiðigjöldin snert ekkert svona kjarna í pólitík og stjórnmálum og á Íslandi og þar myndi málþóf kannski horfa allt öðru sér við og kalla á svona annars konar áhuga almennings og þetta hefur verið, það var náttúrulega lengsta fyrsta umræða sögunar var veiðigjöldin og það sem var bara tala í fyrstu umræðu og en já, ég held að það veri svona mörgulegt áhugaverðara mál til þess að takast á þessu spurningum hvort það væri tímabært fyrir stjórnvöld að segja nei, nú fer þetta í atkvæðagreiðslu. En það veri það í fyrsta sinn sem að það er gert, svo heimildir er nýtt og og það sem náttúrulega stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig óttast þetta fordæmið af slíku. Því að það er náttúrulega að nota það setna og ég er ekki alveg sammála því að lýðræði gangi aðal út á það að meirihlutin ráði. Þú veist, lýðræði er miklu flóknari fyrirbæri það og stundum hefur pínu lítill minnihluti bara mjög mikið til síns máls og það getur vel verið að þjóðin treysti ekki Miðflokknum til þess að stjórna landinu en kannski var hún treystandi til þess að benda á einhver annmarka á orkupakkanum. Þannig hann hafi bara neitunarvald við gerum þingið en ef að Miðflokkurinn á móti ykkur þá bara því miður, það geta breyta því. Það gengur ekki. Nei, ég er alls ekkert að leggja það til en ég heldur ekki að þetta sé svo einfalt að segja bara að því að þau eru í minnihluta að þá á bara vallt yfir þetta og málið er búið. Þeim tekst ekki að auka fylgi við þetta eins og til dæmis LÍU í baráttu sinni gegn veiðigjöldunum. Það kom að feila með við kannanir. Það virðist vera því meira sem að þau auglýsa og tjá sig, því minni stuðning hafa þau og þá verður bara horfast við það. Þið eruð ekki að vinna þessu fylgi sem að lýðræði svo ég bara grípa orðið af því að þú sagðir þetta. Lýðræði er einmitt nákvæmlega ekki meirihlutin ræður. Lýðræði er aðkoma allra að ákvarðanatöku og svo eftir ákveðnum systemum er tekin ákvarðan það. Það að miðflokksmenn skuli vera núna að tala er bara mjög gott sýnishorn á lýðræði. Ef það væri þakka niður í þeim þá væri það ekki lýðræðslega en punkturinn er aftur á móti þessi. Á þessari stundu liggur fyrir niðurstaðan. Þeir eru búnir að koma sínu að, þeir eru ekki að bæta neinu nýju við það sem fram er komið, þeir eru bara að tefja og seinka. Og þar af leiðandi finnst mér allt í lagi að klippa á umræðu núna. Það er að segja, á einhverjum tímapunkti þá ertu hættur að ræða málið og ert bara farin að tegja lopan og fresta ákvæmum. Það sem þeir að tala gegn meirihluta lýðræði er líklega oftast hugsa þannig að meirihlutin getur ekki sett einhverja kvaðir á minnihluta. Getur ekki eyðilagt réttindi minnihluta þótt að þessu fleiri sem að vilja kannski brjóta niður réttindi samkynhneigðra eða eitthvað slíkt. Ég meina þessi mál, veiðigjöld og bókun 35 36 fyrir ekki. Það er bara á engan hátt tengd því. Nei, en spurning að því þú varpaði frá þessari fundamental skilgreiningu á lýðræði. Að lýðræði er ekki einræði meirihlutans. Nei, ekki. Nei, en í þessu tilfellum er sjálfsagt að láta meirihlutan og þingi bara ákveða hvort að þessi bóku 36 er að fara í gegn. Þar eru við alveg hjartanlega saman. Vegna þess að lýðræðisleg umræði hefur átt sér stað og það er engu við það að bæta sem fram er komið
En ég kann að hljóma hérna eins og ég sé að reyna að verja miðflokkinn sko, en ég að verja hann til þess að verja aðra sko og verja aðra í framtíðinni og ég meina lengsta þingraða sögunar, Jóhanna Sigurðardóttir félagslega húsnæðiskerfið. Segir þessi svo að þar hefði þessi litli minnihluti fengið að ráða. Þá værum við miklu betri málum í dag. Næst lengsta þingraða sögunar, Ögmundur Jónasson OHF-væðingu Ríkisútvarpsins. Og ég held að svo þar eftir hafi verið Valdimar Leó sem þurfti reyndar að gera hlé á ræðu sinni OHF-væðingu Ríkisútvarpsins til að pissa og sem hinum tókst að gera ekki. Já, það var alvarleg spurning þá sko í þingsköpum, í lagi að fara á klósettið í meiri ræðu. En þegar Jóhanna talaði var gert sko hádegishlé og kvöldvarðarhlé og lengsta samfelldaræðan var Ögmundur OHF-væðinguna og minna þetta eru bara rosalega stór og mikilvæg mál í sögu þjóðarinnar. Má ég taka annað dæmi áður en þegar Johnson næri í gegn réttindum svartra í Bandaríkjunum. Þá voru demokratar í hans eigin flokki að reyna að stoppa það. Og það tók langan tíma þangað til hann fekk nógu marga þessar 60% þingmanna til að stoppa það. Þannig það hafa líka farið góð mál í gegn með því að stoppa svona málþóf. En já, ég velti bara fyrir mér einmitt sko að þið vitið sko að því þetta málefni sem að miðflokkurinn núna að taka fyrir. Þú veist, eru við þá minna að hlusta á það sem þennan boðskap? Eru þeir, þú veist, snýst þetta ekki bara að þessi bókun 35 kemur okkur eitthvað svona einu skrefi nær inn í Evrópusambandið og þeim ber að verja kjósendum fyrir Evrópusambandinu. Þú veist, ég meina þetta eitthvað lógík og þetta fundamental atriði fyrir mjög marga, svoleiðis að þetta kannski ekki rosalega skrítið, en eins og þú segir áðan að kannski komið gott, kannski bara pointið komið. En getum við hugsað sko hvaða merkingu þetta hefur? Eru við of polarisir, þegar við erum mikið að tala það, að við getum ekki eins og skoðað mál sem stjórnmálaflokkar sem eru andstæði yfirleitt okkar sjónarmiðum, hafa þau eitthvað til síns máls, svona að ég oft velti þessu fyrir mér, annars, þú veist. Þetta voru spurningandan sem að satt eftir með þennan þriðja orkupakka. Þegar allir sem voru þú veist, þegar miðflokkurinn var einhvern veginn svona að taka þann slag og allir aðrir voru bara orðnir rosalega fylgjandi orkustefnu og lagaumgjörð Evrópusambandsins sem vond fyrir neytendur. Orkuverð að hækka umfram verðbólgu og það verið að búið til milliliði, þetta kemur allt beint frá ESB, verið að búið til milliliði til að græða á orku til almennings og heimila. Og það hugsaði maður hvar voru vinstriflokkarnir, hvar voru önnur sjónarmið og fólk þorði varla að vera eitthvað á móti þriðja orkupakkanum af því þá væri orðin miðflokkurinn og það náttúrulega talsverð polarisering. Akkurat. Það verið kannski að hringja í Sigmund og spyrja hvort það sé ekki til í að vera með bókun 36, það myndi auka fylgið hans afstöðu. Ég sko þegar að tala þetta, ég með það sem ég við tölvuna, þá ég með þessa til hliðar og þingið á og svo ef ég sé að Sigmundur fara að tala, þá hlusta ég sko. Ég forvitin hvað hann segir. Einmitt. Hann formaður. Ég bara velta hvað segir hann? Já, það finnum svo allt í forallut og ég get ekki endur sagt alla ræðunar hann á móti orkupakka, bóku 30. Ég kveikti einu sinni þá, ég hef sagt það áður, það var eitthvað klukkan rúmlega 1 og þá var hann upp í pontu að býsnast yfir því að ráðherrarnir sætu ekki að hlusta á sig. Þetta er svolítið... Já, svo kom að Jafnlausen með það, þau voru talað þetta að væri enginn frá meirihlutunum. Þá kom í ljós að Pavel, hann búinn að sitja þarna meira og minna sem formaður utanríkismálanefndar. Hann situr bara í þingsalnum og hlustar á þetta allt saman. Já, það er bara hans hlutverk. En þetta, málþóf ákveðin pólitísk list og maður getur ekki annað en aðstoð þeim sem gera það vel. Og liður í því auðvitað að fara upp í störf þingsins og skama þá getur við spurt, gera þeir þetta vel vegna þess að mér finnst ég hósta pínir þetta með þetta leiðilegt, það er engin svona húmor í þessu, það er eins og finnst þetta ekki gaman. Voru þið ekki ykkur hláturskastið að Ögmund og Jóhannu Sigurðardóttur? En það var engin húmor á bak við það. Ég veit ekki hvort að Jóhannu fannst gaman að standa þannig í 10 tíma. Þetta voru háalvarleg pólitísk mál sem að fólk stóð og tjáði sig og hún hafði mikið rétt fyrir sér. Já, heldur betur.
og ég man eftir hérna að ég var þingverðamaður líka, ég var með EES-máli sko, en það var bara að ég var fyrir DFF að þá átti ég að gæta þess að svona jafn langt frá öllum flokkum sko, eða svona nánast sko, þannig að ég hafði svo frjálsar hendur þar, en það hérna. En þingi almennt þessa stjórnarandstöðu sem ég heyri svolítið fólk tala það, að tala að þetta sé leiðileg stjórnarandstaða. Ég held að sé sko Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkurinn er svolítið afgerandi af því að hann er á móti öllu, Sjálfstæðisflokkurinn á sömu og Framsókn sömu, þannig að einhvern veginn er Miðflokkurinn orðin svona andlit stjórnarandstöðunar og Samfylkingin ríkur upp í könnunum. Bergþór Ólason, hann hefur verið svona eins og hann sé svona leiðtogi stjórnarandstöðunar. Ríkisstjórnin nýtur mikils trausts ennþá, þóttu sé orðin 4-5 mánaða gömul. 5 mánaða gömul líka, eða meira, ekki bara, hún er orðin hálfsás ríkisstjórnin og svífur ennþá í 65% í stuðningi, sem er bara mjög góð. Einhvern veginn held ég að þessi gjöf frá stjórnarandstöðunni, því hún er eiginlega afleitt. Sko. Já, að þau njóti þessa, sko. Þetta ekki að segja það? Stjórnin njóti. Ég held að þessar svona ríkisstjórnir, svona hægri vinstri ríkisstjórnir, þær hafa flækt rosalega stjórnarandstöðu momentið, sko. Og ég meina eins og til dæmis, svo ég haldi áfram að tala um málsverð og tala þegar ríkisútvarpið voru OHF, að þá var rosalega skýrt, sko. Þetta var hægri stjórn og svo vinstri stjórnarandstaða og línurnar rosalega skýrar. En svo í tíð síðustu ríkisstjórnir þá verður þetta rosalega flókið, sko. Þegar hefur með einhvern veginn vinstri með hægri allt í stjórn og stjórnarandstöðu og það verða allir rosalega ringlaðir og svona einhvern veginn erfitt að vera einhverju liði. Það vantar allt frá vinstri inn í það, bæði þá sko vinstri málinn og svo er líka talað orkuna og náttúru sinna. Þetta fólk vanti málsvara á þinginu. En svo er annað sem að velta upp í þessu líka, þetta þessi stjórnarandstaðan sé leiðileg og það má velta fyrir sér hvort að eru stjórnin skemmtileg, halda þau úti einhverju skemmtilegheitum og og þá var alltaf sagt sko þegar stjórnmálamenn voru að taka ákvörðun að þeir þyrftu sjálfur að vera á betri kjörum en þeir voru á, þá heldur alltaf fram að sko það var til að laða af besta og hæfasta fólkið og nú voru launin þeirra að hækka sko fram allt hjá venjulegu fólki og þingmenn að fá 85.000 króna launahækkun og meðan svona fólki undir millitekjum er að fá 23.750 krónur á mánuði og mér finnst þetta áleitin spurning sko, er þingið betra fyrir vikið eða getur verið að peningarnir ná ekki að draga inn að gæsla på besta fólkið. Er kannski einhver önnur aðferð vænlegri til að draga inn besta fólkið en að dæla eða peningum? Akkurat. Ég held að þingmenn ætti að vera með svona laun eins og kannski yfirkennari í skólakerfi. Það er svona sómasamleg laun fyrir opinbera þjónustu. Laun þingmanna voru tengd við kennaralaun. Mér finnst fáránlegt að vera, forsætisráðurinn komið bara nála 3 milljónum eins og hann eigi að vera á launum svipað og sko framkvæmdastjóri eða forstjóri í einhverju kapílísku fyrirtæki með það. Forstjórinn í kapílísku fyrirtæki, hann fer að há laun vegna sem hann er að gera ómennska hluti. Hann er að reka fólk og hann er að hann er eiginlega týran inn í sínu kerfi. Þannig hann fær sko mikið borgað, hluthafarnir á borgunum mikið til þess að draga hann frá hjörðinni, til þess að hann geti sko akti fyrir sína hagsmuni en ekki hjarðarinnar. Við höfum ekki að hafa sko forsætisráðherra í slíkri stöðu. Hann er að rífa hann frá hjörðinni, það er bara fráleitt hugmynd. En hvernig finnst ykkur þá stjórnin hafa staðið sig? Því sem að eru? Ekki illa. Nei. Hún hefur ekkert sjarmerað mig neitt, sko. En ég skal líka alveg viðurkenna það að ég fór í svolítið fílu bara eftir síðustu alþingiskosningar. Ég bara skammast mín ekkert fyrir það, áskildi mér bara rétt til þess, þannig að ég hef ekki verið svona mikið að fylgjast með. Hún hefur verið stór skandala laus og forðar og ekki sjálfur sér en á móti það hefur ekkert komið frá henni sem svona einhvern veginn sjarmerað. Nei, samt er svona bjartari ásýndi yfir ríkisstjórnin heldur en það hefur verið. Töluvert og það er náttúrulega líka eins og var bent á að það skulle vera konur komnar í allar helstu valdastöður í borginni og í þingi, í kirkju, í
í menntakerfinu. Ég held eins og 80% af þjóðinu sé guðslöndi fegin að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki í ríkisstjórn. Ég held að hún líka njóti þess ríkisstjórn. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé bara nálægt því að vera bara ónýtt vörumerki. Sjálfstæðisflokkurinn á mikilli niðurleið núna og sko fólk skiptist, sko gagvart sjálfstæðisflokkurinn skiptist fólk í tvö horn. Þú kýst hann eða þú fyrirlítur hann. Og voðalega fáir sem eru ekki í öðrum hvorum þessara hópa sko. Sem að þýðir þá að 80% af þjóðinni fyrirlítur flokkinn. Það er það sem ég er að segja. Það er mjög slæm staða. Þetta sé, mér hefur fundist merkilegt hvað þessi ríkisstjórn hefur notað mikilvæg vinsælda með að við hvað ég tel að hún sé í rauninni að gera lítið og mjög lítið öðruvísi en fyrir ríkisstjórn. Þá er náttúrulega þetta nefna reynda veiðigjöldin sem eru auðvitað stórt mál og þau hafa núverandi utanríkisráðherra hefur verið miklu meira afgerandi í málefnum Palestínu til dæmis heldur en fyrir ríkisstjórn var. Þannig að þetta nefna svona nokkuð mál. En þau eru líka, sko, eitt þeirra helsta mál var að ná niður fjárlagahallanum hraðar en fyrir ríkisstjórn. Akkurat. Þau eru ofboðslega mikið svona niðurskurðar stefnu orðfæri. Eru að taka peninga út úr menntakerfinu, og reynda kannski eru áhrifin ekki að það komið fram, en eru svona sjúga peninga út og seldu banka eins og hinn ríkisstjórnin og það var allir á móti í þá og áður en þetta pappamál þarna komið, þá var allir á móti því að selja bankan en nú er fólk ekki á móti sko. Það bara var svo einfalt. Það var nú einhverju flokkar sem voru bara mótið í að selja banka eins og Flokkur fólksins og það voru einhverju sem voru mótið í að það veri ekki góð aðstæða núna. Við ættum að nota kannski eigna hlut ríkisins til þess að skoða hvernig bankakerfið væri. Það voru alls konar sjónarmið uppi þá. Sko æsing gerir könnun á svo meiri hluti þjóðarinnar þá var á mótið því að selja Íslandsbanka sko. En svo núna einhvern veginn þannig að hún er með einhvern meðbyr sem að ég átta mig ekki alveg á hvaðan kemur og nema þá að eins og þú nefnir Gunnar Smári að það sé bara að fólk bara gata ekki haft sjálfstæðisflokk. Ég held að það sé það sem ég hefur að hugsa þetta saman þú vegna þess að það sem að ríkisstjórnin að gera er ekkert það sem hún ákvað að gera fyrst að fara út í einhverjum rosalega niðurskurðar leiðangur einhvern veginn lítið út eins og það væri einhver Eurovision samkeppni. Hópefli fyrir þjóðina. Já, þú veist þannig að flesta því sem hún har gert er frekar óspennandi. En ég var að velta fyrir mér sko að því að það var komin rosalega þreyta í fyrir ríkisstjórn. Svolítið að mér að svona ég sem er svona eðli mínu svolítið gagnrýnin að ég hugsaði bara ok, ég ætla að gefa þeim séns. Svolítið að ég hef ekkert verið að fylgjast með þeim neinum svona gaggrínum augum fyrir alvöru, fyrir utan það að mér veist fullkomlega vanta allan friðartón í heimsmálin. Sko það er ekki nokkuð manneski sem talar á þeim nótum. Það er bara við erum fullkomlega með NATO, Rússar eru stór hættulegt apparat og svo eru við með Ísrael að 90% leiti en maður er vissulega þakkláttur Þorgeiri Katrínu fyrir að hafa aðeins simplað á því. Innflytjendamálin, það var góð stefna sem er bara í skúffunni hjá Ingu Sæland. Loksins búið að búa hana til stefnu innflytjendamálum og málumni flóttafólks sem var bara mjög vel unnin við hjá Alþýðusambandi komað þeirri gerð. Svoleiðis að, þú veist, ég veit það ekki, mér finnst þetta kannski pínu svikalogn ímyndaði mér að því að það er sannlega það vantar velferðar hugsunina, það vantar þessa félagshyggju og það vantar friðarsýn. Þannig að ég veit ekki sko það væri gaman að fylgjast með þess að því að ef við skoðum bara á ástandið víða í Evrópu, þið vitið þessi rosalega polarisering, hvort þetta sé bara eitthvað svona þið vitið, svo sjáum við þetta fólk, þessu örfá aðlarendar nýra Austurvelli vera að mótmæla, það er svolítið nýtt í íslensku samhengi, þið vitið með fánan og svona. Svolítið að ég velti fyrir mig hvort að þetta sé bara pínu tími núna, að því að við sannlega höfum, sko vinstrið að mínu mati dó, eða sko allavega er stórlaskað. Svolítið að við höfum bara svona huggulegra hægri núna með Viðreisn og Samfylkinguna. Já, sko, hér er ég á gjörsanna andverðu með þig, fyrirgeðu, sko. Ekki málið. Í fyrsta lagi, þegar þetta tala polariseringu, ég kaupi það ekki. Að því að maður skoðar málflutning vinstrimanna í dag og ber hann saman við málflutning vinstrimanna fyrir 10 árum, 20 árum, 30 árum, 40 árum, 50 árum, þá er þetta nákvæmlega sami málflutningur. Vinstrimenn hafa ekkert færst neitt lengra til vinstri en þeir voru á fyrir 50 árum.
ef þú skoðar málflutning hægri manna, þá hefur hann hins vegar snar radikaliserast. Við erum konin með öfgahægri skoðanir sem að áður voru bara hvíslaðar sko í nafnleind mann á millum í bakherbergjum, eru bara komnar eru komnar út úr skápnum, eru komnar out in the open og það eru sko rasísk mótmæli á Austurvelli gegn innflytjendum. Þannig að þetta sem við köllum polariseringu eða þessa skautun afsakið orðbragð, engin andskotans polarisering. Heldur þetta radikalisering hægrisins sem við erum að horfa á og þeir einhvern veginn hafa náð að kalla þetta hvergi skýrara heldur þegar maður horfir á það sem að gerist í Bandaríkjunum, það sem að repúblikanaflokkurinn bara gjörsamlega búin að missa vitið. Hann er bara komin út í grímulausan fasisma. Það mjög hjárannilegt þegar maður að heyra hérna á Íslandi segja öfgar til hægri og vinstri. Hvar þessi vinstri öfgar? Það velferðarkerfi eða félagslegt húsnæði? Hvar þessi vinstri öfgar? Bjargíbúðafélag. Gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í almannaeign, það eru nú öfgarnar sem að íslenskir vinstrimenn eru að tala fyrir. Það öll og sum polariseringen eða radikaliseringin sem eiga sér stað á vinstrivagnum. Þannig að en með því að kalla þetta polariseringu en ekki það sem þetta raunverulega vitskerðing villta hægrisins að þá einhvern veginn sökinni á ástandinu varpað yfir á fólk sem að bara á nákvæmlega sama stað og það hefur verið á síðastliðin 50 ár. Sko, en má ég aðeins byrja þig þá sko, að því að að því við tölum polariseringu sem þýðir sannarlega að það verða að vera einhvers konar íking eða íkt hægra megin en kannski á þess að sko hefur ekki vinstrið veikst þeirra sjónamið hafa veikst þeirra svona félagshyggja eins og bara í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur þið veitir bara einhvern veginn trekk í trekk það eru bara tekin einhver svona málefni kvenna sannarlega samkynhneigðra trans og svona sem eru sett sannarlega í forgang en einhvern veginn á meðan má selja banka og þú veist, mér finnst þetta vera vandamálið svolítið að kannski þetta ekki radikalisering ekki rétt, eða sko veiking og polarisering held ég að geti kannski hún vandasum að því að annar hefur veikst og hinn hefur ykst. Ég held nefnilega getur þetta verið eitthvað svoleiðis? Já, sko ég held nefnilega að hluti af því ástæðinu fyrir því að hverju vinstrið hefur veikst að fólk að ímynda sér þar sem að vinstrið hefur fengið áorkað í sambandi við réttindi, réttindi kynsegin fólks og hinna ýmsu minnihluta að það sé komið í hús. Að það þurfi ekki að standa vörðum, það þurfi ekki að berjast fyrir því og þannig þegar talað þessi réttindi og þetta velferðarsamfélag að þá virka þá fólk eins og áróður fyrir status quo. Að halda í horfinu að bara reka áróður fyrir því sem við höfum. En ekki svona hinn pólitíska tvíhyggja eða tvískipting samtímans, annars öfgahægri og hins vegar það sem hefur kallað svona öfgamiðja, svona extreme center. Þar sem og vinstriflokkarnir hafa keppst að vera þar, þú veist að vera rosalega stjórntækir, vera ekki að leggja til eitthvað rosalega gróft, svona reyna að þoka málum, svona lítilega áfram í rétta átt, verja, þú veist, reyna að verja, stoppa, ekki meira svona, þú veist, en rosalega mikið í bara þessari öfgamiðju og hinum einir öfgahægrið sem að, og náttúrulega, bara gleymum svo aldrei í Brexit þegar var þegar var verið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi og þá kom sko þeir sem að studdu útgöngur Evrópusambandinu komið með sko, menn að þetta ekki læg með þetta samfélag, það þarf að laga þetta og við þurfum að fá peningana inn í heilbrigðiskerfið eitthvað svona og þá sögðu þeir sem vildu vera áfram í Evrópusambandinu sögðu nei, að ganga út mun ógna stöðuleika. Þú getur valið að milli sko vinstri allir fyrir að verja óbreytt ástand sem hentar vinstrinu ekki. Þú getur valið að milli stöðuleika eða walk in the dark sko, þú veist, það bara göngu í myrkrinu. Og ef það allt í rugli og þú veist, ert búin að horfa bara bókasafnið drattast niður og ert ekki lengur með heimilislækni og tennurnar eru ónýtar og þú þarft jafnvel að fara í matabanka í lok. Þú veist, bara fólk á millitekjum sem þarf sko að leita öllu klingi á heimilinu til að komast í strætó í vinnuna síðustu daginn í mánuðinum.
meina, viltu ekki frekar labba eins í myrkrinu, sko. Það allavega einhver séns það kom eitthvað ljós, sko. Þetta vandi sem víða, að vinstrið að verja óbreytt ástand, sem að henta vinstrinu ekki. Vinstrið og sósíalismin gengur út á að selja sko framtíðarlandið, hvernig við ætlum að fara, hvernig við getum haft samfélag okkar miklu betra. En þegar að sko það lendir í því að segja, að fara að verja allt sem að og svona réttlæta samfélagi sem ekki gott samfélag fyrir sko almenning. Þó að við séum hægt að benda á hans konar réttindi sem að róttæk sósíalísk verkalýðsbarátta að skila okkur. Að þá þetta ekki þannig og við sjáum það bara á könnunum hvernig almenningur upplifir samfélagi. Það hefur ekki traust á stofnunum, ekki traust á stjórnmálunum. Akkur þá vinstrið að labba og segja þessi allt í lagi? Nei, sko, Oddný Harðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, hún var hérna hjá mér í vikunni og þá talar hún að vantar vinstri og þá finnst henni að vera að fara rétt með þetta, að svona, sko, Samfylkingin, hún svona aðeins á jaðri þess að geta verið með einhver vinstri mál. Hún alveg við að þetta yfir. Þannig að Viðreisn ráðandi flokkur í þessari ríkisstjórn. Já. En já, þetta aðeins þessa öfgameðju sem Halla var að tala að þá hún náttúrulega, sko, hún hefur sem sagt, það að vinstri og hægri, sko, hún snýst það að vinstri og hægri eru sammála grundvalla atriði orðið. Þau eru sammála að verja landamærin, þau eru sammála að hafa sem í harða innflytjastefnu, þau eru sammála stríðsrekstur eins og til dæmis að vera í NATO algjör samkomulag og leggja öll álitamál samfélagsins út á hinn svokallaða markað þar sem ríku veita svarið. Já, það eins og það hefur bara algjört konformatíð. Hleypa kapitalismann í heilbrigðis og menntakerfið. Já, en eins og Halla sagði bara aðeins örlítið að gera sársauka minna, svoleiðis að sko, þú veist að mínu mati, já, er þetta mjög alvarlegt og ég segi að vinstrið hafi bara algjörlega gengist á hugmyndafræð nýfrjálshyggju í raun og veru fyrir utan svona allavega þú ekki að koma með neitt svona afgerandi og ég held að síðasta ríkisstjórn hafi bara verið sko, hún bara blákalt þið vitið hún er alveg hægri stjórn sko. Já, ég veit en sko við áttum samt að og þessi atriði sem ég myndist á með kvenréttindin og málefni trans og svoleiðis sko það bara ekki nóg þú verður að tækla velferðarkerfi þú verður að hlúa að innviðunum og þú getur ekki haft endalaust innstreymi af innflytjendum ef þú ætlar ekki að hafa sterka innviði til að taka á móti þeim fyrir kapitalistana þú veist svoleiðis að þetta eitthvað ég held að við séum vinstrimenn fyrirgefið, ég held að við séum algjörlega sjúk ég held að við höfum verið algjörlega rugluð í rýminu síðustu 20 árun eða svo svona blerismi vinstrisins því miður En síðasta ríkisstjórn samt líka vinstrisinnar en þessi sko hún gerði fleira vinstrisinnar en þessi ríkisstjórn taka það frá henni, alls ekki sko þú veist, en ég meina maður þarf að mála hlutinu svolítið skýrum litin bara svona til þess að búa til svona þú veist, argument sko en já, svolítið sem ég held að við komum á og friðarmálin ég meina, þú veist, erum við að fara að ganga inn í 3. heimsstyrjöldina núna þú veist, er það bara málið þú veist, enginn talar þú veist, friðarsinnar hvar eru þeir? Þar kirkjunum þar er ég ekki bara þeir eru víðar en sko, það líka annað sem að ég held að vinstri hafi svolítið klikkað á sko og það að setjast niður og tala bara innbyrðis opinskátt og hreinskilnislega varnarmál. Já. Að fyrir mér var árásin inn í Úkraínu sko sami augnaopnari og sennilega, þú veist, vinstrimönnum árið 1968 var innrásin inn í Tékkóslóvakíu. Að það bara blasti við mér ný heimsmynd og allt í henni áttaði ég mig á, sá ég bara svart og hvítu að það er ekki séns að við Íslendingar getum treyst því að stórveldi virði alþjóðalög. Það er ekki séns að við getum treyst því að sko leið og Excel-skjalið sýnir að það sé meiri ágóði heldur en kostnaður við það að leggja Ísland undir sig með vopnavaldi, þá mun það vera gert. Við erum í varnarsamningi við stórveldi sem að fyrir ekki eftir alþjóðalögum. Já, ég er að segja það, en við erum samt að horfast í augum við það að sko þrátt fyrir allt ógeðið
sem að NATO og færir okkur að með því að vera undir þessu úldna teppi þá allavega erum við í skjóli á meðan. Ertu fylgjandi hervæðingu Evrópu? Ég er ekki fylgjandi neinum sköpuðum hlut. Ég er bara benda á það að ef að utan NATO Ísland krækiber í helvíti. Við erum bara að horfa stegum. Við erum á móti NATO, við erum á móti stríði, við erum líka að horfa hreinskilnislega á heiminn sem við búum í og í austrinu siðfyrst, blóðfyrst skrýmsli sem virðir ekkert og bara til í að beita vopnavaldi til þess að komast yfir auðlindir þjóðan í kring. Því það ekkert á bakvið innrásina í Úkraínu annað en það að Pútín sér fram á að í framtíðinu verði Úkraína mjög samkeppnishæf við Rússland útflutning á ýmsum góðmálum, korni og öðru slíku. Ég held nefnilega að þessi sjónarmið þín eru mjög algeng. Ég held að fólk mjög margir hugsa á þessu nótum og alveg skiljanlega vegna þess að við náttúrulega erum alin upp við ákveðna sýn að Vesturlönd ekki frábær en þau eru það skásta. Allavega, við sem erum svona gagnrýnin. Hins vegar ég algjörlega ósammála því og ég skil ekki af hverju við getum ekki skilið af hverju Rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu, ekki það ég sé sammála, en ef ég bara manneska sem fer og ekki bara einhvern veginn að hugsa á nótum svona vestræna hugmynda, að þá get ég vel skilið það að vera alltaf að koma NATO nær og nær Rússlandi bara ákveðin ögrun ef að við hugsum bara mjög hlutlust. Og þessi dímonisering á Rússlandi sem ef til vil alveg rétt. Ekki Rússlandi á núverandi stjórnvöldum í Rússlandi. Já, en Rússlandi samt og Sovétríkjunum þar áður, þá meina ég það svo rosalega auðvelt að pikka upp þessa hræðslu. Ég meina við erum alin upp við það, manstu eitthvað kjarnorku vána, við erum alin upp við og rússagrílur Já, svoleiðis það að tengja þessar hugmyndir þínar svona eins og þú lýsir þeim, þú bara allt í einu átt að þig, það ekki úr lausu lofti gripið. Við erum menningarverur og við tökum auðvitað þá þekkingu sem við erum alin. Af hverju heldur að þjóðirnar í kringum Rússland leggja svona mikla áherslu á að komast inn í NATO? Ég efast ekki. Við erum ekki þar við erum ekki með sömu öryggishagsmuni á Eystrasaltslandi. Við erum áreiðarsaði Bandaríkjanna. Já, ég held að Bandaríkin Írland ekki NATO. Og ég held að Bandaríkin séu stórhættuleg. Ef til styrjalda kæmi, já. Kannski af landafræðilegum ástæðum þeir pínlítið. En ég bara ekki, ég held kannski að því ég alin upp, utan Vesturlanda að hluta. Svo segi ég ekki með þessa, ég bara fattaði undanfarið, ég ekki með þessa hugmynd, hún bara ekki í mér að Vesturland svo eitthvað máta svona eitthvað jákvætt afl í heiminum. Ég held að það sé fullkomlega destruktiv. Ég séð þetta í Afríku, það mjög athyglisverður, ég mæli með þið skoðið það sem að gerast í Vestur-Afríku, sjálfsögðu kemur ekki til fréttunum hér, það verið að afmá landamæri á milli Mali, Burkina Faso og Níger minni mig, þau eru komið landamæraleysi, þau eru búin að þjóðnýta svona, hvað sem námugröftin af 14 ríkjum, frönsku nýlendana hafa 50% af þeirra þjóðaframleiðslu farið beint til Frakklands. Alla gullnámur, allt, þeir hafa þjóðnýtt, svoleiðis að þessu lönd, og það mín prívatkenning, að Gaza hafi bara gríman fjall. Allur sá hryllingur sem nýlendustefnan, yfirgangur, það að níðast á öllum í heiminum og á sama tíma halda við séum superior í mannréttindahugsun, sem algjört grín að mati minna vina í Miðausturlöndum í það. Þannig að ég held að þetta það rosalega áhugaverða vendingar og ég held að molni undan vestrænu hegemóníunni núna, þessir yfirráðu. Og ég held að molni undan og ég held að þá verðum við líklega hræddar og hræddari. Og það ekkert skrítið, Svoleiðis að ég veit ekki, ég held að við verðum bara að hætta þessu bara einhvern veginn við best þessi vondir aðeins allavega slaka á í því og hlusta á sjónum, hlusta hvað aðrir eru að segja. Og ég held að Gaza, þið vitið, bara þessi þjóðamorð á Gaza, við gætum ekki hort upp á þau ef við værum ekki íslamafóbar.
þið vitið, það væri bara ekki séns. Og hvað það annað en langvarandi heilaþvottur þessar vondu og hættulegu múslima sem eru svo gríðarlega ólíkir okkur sem ég veit að ekki, ég meina það bara eitthvað yfirborð og þið vitið, svoleiðis að ég held að við verðum að verða friðarsinnar. Ég held við verðum að hætta þessu. Við erum bara friðarsinnar. Þú veist, tölum fyrir diplomasíu og það engin að því, svoleiðis að þú veist, ég ekki að álasa þig, ég veit að þetta rosalega algeng sjónarmið. Ég alveg á þínu staði líka, en það sem ég var að vekja máls og var að vinstri menn hafi ekkert rætt þetta eða farið í neitt uppgjör í kjölfarið á þessu. Hver afstæða okkar til Rússlands? Ætlum við að láta bara eins og Úkraína hafi ekki átt sér stað og bara vilja Ísland úr NATO og bara treysta því að við verðum látin í friði ef við höfum engar varnir. Viljum við Ísland og NATO? En Davíð, akkur segir vinstri, menn ertu að segja að Pútín sé eitthvað vinstra megin í því? Nei, ég er bara að segja... Hann var í flokkabandalagi í Evrópuþinginu með Sjálfstæðisflokknum. Ég er að segja Pútín á það sæmilegt með vinstri mönnum að vera... Þetta ólíkarkisk kapitalismi svipað hjá Trump. Pútín á það sæmilegt með vinstri mönnum að vera á móti NATO. Pútín á það sameiginlegt með vinstrimönnum að vera á móti NATO og það gömul speki að óvinur minna vinur minn. Það tenging og þess vegna ég að segja að vinstrimenn hafa til dæmis ekki náð að þvo hendur sínar og ég hef heyrt hér inn í þessu húsi talað varnarmál með hætti sem að ég veit að hefði geðjast Pútín mjög vel. Þú meinar að þeir sem eru á móti NATO séu pútinistar? Nei, ekki endur, ég er á móti NATO. En þeir sem að tala eins og innrásin í Úkraínu hafi verið NATO og Úkraínu að kenna, en ekki Pútín. Að það á einhvern veginn verið eðlilegt og forsvaranlegt viðbragð Pútín að fara inn í Úkraínu vegna þess hvernig NATO hafði hagað sér. Það bara sólít sjónarmið að segja það að NATO tókst ekki að tryggja frið í Evrópu, meðal annars með því að fara austar, vitandi það að það myndi kalla á viðbrögð. Meðal annars með því að taka ekki Úkraínu strax inn í NATO áður en það ráðist inn í landi. Akkur heldur að Rússar hafi ekki farið inn í Finnland, Eystrasaltslöndin, af því þau voru komin undir teppið. Þannig að það var ákveðið að fara inn í Úkraínu áður en hún kæmist undir teppið líka. Finnar eru nýfarnir. Það var Eystrasaltslöndin fór inn í NATO þegar Rússland var veikt. NATO hélt áfram útþenslu sinni í austur, vitandi að það myndi kalla á viðbrögð og þeir fenguðu hausinn. Í þessu felst ekki réttlæting að það veri rétt hjá Pútín að ráðast inn. Þannig innrásin í Úkraínu var NATO að kenna. Besta dæmi sem að ég... Svaraði þessari spurningu. Hvernig var innrásin í Úkraínu að kenna? Nei, besta... Var NATO að kenna? Já, ef þú vilt þagna þá... Nei, bara, þú veist, þetta er einföld spurning. Já, takk. Besta útskýringi sem ég heyrti að þessu, ef þú potar priki í augað á birninum og hann ræðs síðan á þig, þá er það ekki bara honum að kenna, þú getur átt okkur sök sjálfur. Ég er þar. Ég er alveg ósammála. Já. En hvað viltu bara að NATO fá að pota í alla birni sem það vill? Þeir hljóti að hafa rétt fyrir sig. Við að gera samning við Rússa innanríkismál þriðja ríkis að hafa það við borðið. Eigum við að gera? Eigum við að semja við Rússa það hvernig Úkraína má haga sér í framtíðinni. Það sem við erum að segja... Það er það sem Rússar fóru fram á. Við viljum gera samning við Bandaríkin að Rúmenía verði ekki tekin inn í NATO eins og það komið sér ekki ákvörðun Rúmeníu frekar heldur en Bandaríkin. Já, meiri segja að það verður allir búin að læra þetta. Meiri segja að það byrja að tala núna friðarsamninga. Allir all stjórnvöldi í Evrópu. Það er enginn að tala að fá Moldóvu inn í NATO, menn sem menn er búin að átta sig á þessu. Að þegar þú býrði í túngarði stórveldis, alveg svo við gerum, innan áraðsvæði Bandaríkjanna, þá verður það að taka til þess. Alveg svo Víetnamar gera í túngarðinu á Kína. Þannig er bara heimur stórveldana. Og stórveldin eru ill, öll. Já. Og það er ekki þannig að okkar stórveldi hafi einhvern veginn náttúrulega rétt fyrir sér og hljóta að vinna allt að því við höfum svo rétt fyrir okkur. Við erum búin að kalla yfir stórkostlega hörmungar yfir úkraínsku þjóðina. Við erum búin að eyðileggja þetta land. Og heiminn. Já. Í hverjir? Með því að ögra Rússum sem hafa búið að vara við í 30 ár. Að ef þið farið með bandaríska herinn upp að landamæri Rússlands, þá munu þeir svara. Takk fyrir það. Þú Rússa af allir í sektu Úkraínu. Þú varst endur við að segja það voru við sem berum ábyrgð á þessu.
Ég bara fyrirgefðu, NATO ber enga ábyrgð á innrásinni í Úkraínu, ekki nokkra. Rússar bera einir alla ábyrgð á því. Þetta er afstaða NATO. Já. Og þetta er afstaða sem hlegið á út allan heim. Nei, þetta er bara það sem að Margrét er að benda á. Allir sem eru utan Vesturlanda, þeir hlæja þessu sjónarmið. Það gefur auga leið að sama hvað þú ert mikið stórveldi, þá getur þú ekki bara tekið ákvarðanir fyrir þjóðirnar sem átt landamæri af. Það eru þjóðirnar sjálfar sem að taka það. Það er ekki sig að gera. Svala með skítu skónum yfir allan heiminn. Ég er ekkert að verja það hvernig Bandaríkin hafa gengið fram í Mið-Ameríku. Er það Íran að kenna árásir Ísraelsmanna? Er það Íran að kenna árásir Ísraelsmanna? Nei, það er bara nákvæmlega eins. Það er nákvæmlega sama sagan. Íran ber enga sök á sprengjuárásunum á Íran. Ekki frekar en að NATO beri sök á sprengjuárásunum á Úkraínu. Ísraelar ákvað að gera þessa árás. NATO er varnarbandalag sem á að tryggja frið í Evrópu. Íran er að berjast fyrir tilvísinni. NATO getur bara verið það er Úkraína. Getur verið þess vegna bara í Vestur-Evrópu það er Úkraína líka að gera. En hvernig getur það er ekki með hvort því að Úkraínumenn taki vopn til að ráðast inn í landið þeirra. Nei. Það er eitthvað miskilningur að halda það að fara í sama. Það maður verður alltaf að velja góða gæn. Þetta er ekki samt heppilegt umræðefni, ef við erum friðarsinnar. Af því ef við erum friðarsinnar þá teljum við að þessi vondu heimsveldi sem hugsa að óta eigin tóta í hvívetna og Bandaríki jafnt sem Rússland og jafnt sem Kína, þið vitið, en svoleiðis að þá verðum við að kötta á þetta. Þá verðum við að kötta þessa hugsun, hver gerir hvað og fara að semja, láta færri drepast. Vopnaframleiðendur eru bara í bullandi stuði núna. Sérstaklega náttúrulega í Evrópu þegar núna þarf að fara að dæla inn, þú veist, einhvern veginn bara keyra inn í þessa vopnaframleiðslu. Er NATO að gera heiminn öruggari? I doubt it. Ég er skítrædd við það. Bara alls ekki. Og skítrædd við Vesturlönd. Það er ekkert í sögu NATO sem bendir þess. Nei. Ég held að þau vilja bara viðhalda sjálfum sér. Þau reyndu, þau voru áttu þarna legitimate, þið vitið, lögmætt erindi á sínu tíma, ok. Svo takaðu við stríðinu gegn hryðjuverkum, ráðast inn í Líbíu, skemma það land sem var í raun og vera í allavega miklu betri ástandi, miklu hærri þjóðarframleiðsla, Gaddafi sem er ekki vinsæll auðvitað, þú veist það voru heilu grænu eyðimerkurnar, það var ræktað þarna grænmeti, fólk lifði við skóla, menntakerfi, heilbrigðiskerfi og þetta þurfti NATO að eyðileggja. Nei, þið veitir svoleiðis að ég ekki... Nú hefur konum með skrifstofu til Japan til þess að undirbúa átöku í Kína. Já. Hvað eru það að gera í þessum klubbi? Ég er ekkert að verja NATO hérna eða gera lítið. Já, en þú ég er að verja Eysturland og rétt Eysta til að ganga í NATO en það er það sem þeir ákveði án þess að Rússar komi að þeirri ákvarðantöku. Þú munt örugglega fá það, eða þú veist, þín sjónarmið verða örugglega ofan á, því miður. Eða þú veist, en ef þetta verður svona, þá getur þetta ekki bara Palestínun í NATO til að verja þá. Það er nú fólk í heiminu sem það er helst að vörna halda. Það er ekki NATO bara að taka Palestínu. Ég væri fyrsti stuðningsmaður þess að Palestínu er tekin inn í NATO og litið yrði á árás á Palestínu sem árás á aðildarríkinu öll og brugðist við með þeim hætti. En Líbíu sem að NATO rest á? Ég skal bara viðurkenna að ég veit ekki eins mikið Líbíu eins og þú, en ég veit að stríði gegn hryðjuverkum var löng röð af mannréttindabrotum og ég er ekkert að segja að NATO sé ekki viðbjóður. Ég meina myndböndin af pyntningum bandarískra hermanna og íröskum föngum, myndböndin af vísvitandi morðárásum á óbreytta borgara sem að Wikileaks og svo framvegis. Já, þetta er bara stórveldi. Ég er ekki að verja NATO, en ég er einfaldlega að segja að eftir innrásinni í Úkraínu held ég að við séum öruggari undir þessu draghúldna teppi heldur en nakin á berangri. Ég held að það ekki öryggi Íslendinga að kaupa vopn til þess að drepa Rússa á vígvöldunum. Ég held að grafi undan öryggjum. Enda held ég að það sé betra fyrir
þjóðir sem eiga vopnageymslur fullar af vopnum að ganga í þær og gefa Úkrænumönnum. Ég held að aðstoð okkar Íslendinga, ég var á móti því, ég held að aðstoð okkar Íslendinga sem vopnlausar þjóðar hefði átt að vera fólkin í einhvers konar neyðaraðstoð eða mannúðaraðstoð sem að við erum aflögufærum frekar heldur að draga upp peninga til þess að kaupa byssur af bandaríkjamönnum eða þjóðverjum, sko. Við látum þjóðverjum og bandaríkjamennina gefa byssurnar. En þú veist, ef svo fer sem horfir, þá verðum við ekki lengur að tala um það hvort að við eigum að senda vopn eða neyðaraðstoð til Úkraínu, heldur hve margar líkkistur við eigum að senda þangað og hve margar þeir eigi að vera í barnastærð. Það er ástæðið sem er núna. Já. Það er bara mannfórnir dag eftir dag, bara mannfórnir á vígvellinum. Það er það sem ég er að segja. Já, í nafni hernaðar sinna beggja megin sem að telja það sé ekki lausn á þessu máli annað en fullnaða sigur á vígvellinum. Jú, það er til lausn á þessu máli. Og hvað er margir að deyja á því altari? Sem hefur verið teiknuð þannig að Rússar fái allt sem að þeir biðja gegn því að hætta að níðast á Úkraínu. Og þar með búið að verðlauna Rússa með landi og auðlindum fyrir að míga á alþjóðalög. Það er náttúrulega brotin alþjóðalög. Og það er ekki uppskrift öðruggri framtíð í Evrópu. En akkur þá í NATO þegar Bandaríki brjóta alþjóðalög? Nú þeir búin að setja refsi þvinganir á dómar í alþjóðadómstólnum að því að þeir dæmdu ekki sér í vil. Er hægt að vera í kompani með svona ríki? Er það bóðlegt bara? Þau styðja þjóðamorða í Gaza, þau eru leiðandi ríki í NATO, þau styðja árásir inn í Íran. Getum við verið í kompani með þessu fólki? Við fengið fyrirmæli frá þeim hvernig við eigum að haga okkar innanríkismálum. Já. Og höfum við byggt á okkur og byggt. Algjörlega. Það er bara saga eftirstríðsárun á Íslandi. Sannarlega. Þá getum við það ekki, vegna þess að við eigum að taka þessar ákvarðanir sjálf en ekki Bandaríkjamenn. Já, við getum það ekki. Ég held að það sé auðvelt að vera friðarsinna á friðartímum, en það er mjög erfitt að vera friðarsinna á friðartímum og það er bara nákvæmlega þá sem maður reynir á. Og og maður endar í svona þrætum, sko, þú veist, og þú veist, þegar maður segir að mér finnst við eigum að iðka frið, að þá kemur svarið, ætlaðu þú bara að sitja og liggja á krækiberur og eitthvað. Nei, en minna, þetta er bara falskt val, sko. Veist, ég ætla heldur ekki að gera hitt, sko. Og þá verður maður bara að reyna að gera það sem er rétt. Ekki bara það sem er realíst best að einhverjir telja á einhverjum tímapunkti. Þetta er líka bara það sem er rétt. Og það sem er rétt að gera er að tala fyrir friði, tala fyrir vopnalífum, tala fyrir samningaviðræðum, draga úr vígvæðingu og fella sig við að í stríði þá verða friðarsamningar sjaldnast þannig að réttlætið, sko, réttlætið sig. Það er ekkert réttlæti í stríði og það er ekkert réttlæti í friðarsamningum. Þú veist, þeir eru gerðir bara til þess að stoppa óöld og hrylling. Eins og öll stríð hafa verið stoppuð nema kannski setja heimsstyrjöldin og við búum við það einhvern veginn að halda að setja réttlátt stríð út af því. Akkurat. Og stríð geti enda með þessum hætti. Það er bara stríð enda ekki með þessum hætti. Nei. Bara það er ekki í boði, sko. Nei. Öll önnur stríð hafa endað með samningum og skítu stríð endað með skítugum samningum. Þannig það yfirleitt. Það er að kröftu umræða þetta. Já, er ekki þetta að segja að þú hefur ekki fengið þitt sem þú laðið til að vinstrið ætti í opnum og hreinskiptnu samskipti. Þetta eru samskipti sem ég hefði viljað sjá vinstrið eiga fyrir opnum tjöldum. Hér er það. Í kjölfarið á þessu. Við gerum það reynda svolítið hérna við rauðaborðið. Já. Fram og tilbaka. Það kemur stundum fyrir, sko. Það eru mótmann í Bandaríkjunum, hvernig líst ykkur á það? Þannig að 11 milljónir mann átt á götu að mótmanna Trump. Er þetta eins og það var nú sagt að Gaza myndi kveikja á Vesturlöndum svona svipaða bylgju og Víetnamstríðið gerði. Ég man að það var svona fyrir svona 1,5 ári svolítið sagt, ég hef ekki heyrt það lengi. En er þetta ekki bara merki um það að því að í mótmælinn sem voru til dæmis í LA, ég var að horfa á þau og það var Palestínuklútur var mjög áberandi. Já, félagslegt ranglæti eða sem sagt. En þeir eru samt byrjað að flytja sko fólki í massa bara. Það er útlendingastefnan en þeir sem eru að svara eru sömuleyti skamma fólkið og var að vera að berja niður mótmæli á háskólalóðum og sem að kveiknaði svolítið út af Gaza. Já. Það er svolítið 7. áratugurinn endurtekur sig þar sem að hermenn voru sendir inn á skólasvæði til þess að
leysa upp mótmæli og Reagan var þá fylkisstjóri og skoraði feitt með því að senda þjóðverðarlið á hippana í San Francisco. Nákvæmlega, þannig að það er spurning hvort að Trump allir sér að endurtaka þann leik. En mér skilst nú samt að sko þessi mótmæli séu ennþá töluvert langt frá því að verða jafn ofbeldisfull og ljót og það sem átt sér stað í þinghúsinu 7. janúar eftir að þarna, ég er ekki með ártalið eftir að Jú, það er 2021 í janúar. 2021, já. 13. Akkurat. En ég efast að þetta verði til einhverjar mikillar upplausnar. Þetta mun annarkvort sko verður þetta barið niður og verður sko enn einn bletturinn á ferli Trumps sem honum er skítsamum en það sér ekki á svörtu, skilur við? Sko þetta er svo margt fólk sem að taka þátt í þessu. Eða þetta það er svo erfitt að ráða við fjölda. Þetta mun fjara út einfallega því að fólk hefur ekki seiglu til þess að halda þessu til streitu. Og það er verið að kalla út herinn til aðstóða. Og bandaríkin eru þannig samsett að þótt að séu sjálfstæð ríki í einhvers konar bandalagi, þá er réttur ríkja til þess að segja sig úr þessu bandalagi nánast engin. Þannig að við erum ekki að fara að horfa neina upplausn bandaríkjana. En þetta er náttúrulega ofboðslega fátítt að herinn sé kallaður út sko gegn vilja fylkisins sko. Það var ekki óskum aðstóð sko, heldur sendir forsetinn þegar staðinn og nú eru náttúrulega mótmælin, hluta af þessum mótmælum eru sko Bandaríkin er ekki konungsríki, sko verða engin kongur í Bandaríkjunum, það er svona hluta mótmælunum. Og einhverstað verðum að eru bara út af stöðu Bandaríkjana og tala ekki nánu samband Íslands við þetta stórveldi að vonast til að það verði til einhver svona raunverulega andspyrnuhreyfing því ekki hefur demokrataflokkurinn náða að halda upp einhver andspyrnu eða vörnum fyrir það svona það litla sem eftir að lýðræði. Já, en þessi náttúrulega Gavin Newsom hann er núna, það lítið til hans með einhver svona smá von og hann er í ákveðin stöðu til þess að vera með smá svona mótspyrnu og maður verður að vona það að það takist og að því að þið voruð að nefna mótmæli fyrir áratuga að það auðvitað var það voru það mótmæli innan lands í Bandaríkjunum sem að vísu sem að áttu stóran þátt í því að Víetnamstríðið var stöðvað að vísu á tíma þar sem að bandarískir hermenn voru að láta lífið og núna náttúrulega er bara fólk alltaf bara bomba á lofti og þannig að það er svona það er engin bandarískur þegn að láta lífið þráttur í stuðning Bandaríkjanna við En mótmælabylgjan þá gróf svona undan það sem þetta heita lögmæti stjórnvalda og stjórnvaldu var ekki fært á að halda áfram með Víetnamstríð. Akkurat. En ég er að segja sko að mótmælin voru samt, þau voru líka persónuleg af því að þeirra eigið fólk var að deyja sko, þannig ég veit ekki hvort að þú hefur sömu hvatana núna sko, en það voru margir palestínumenn sem eru að mótmæla í háskólanum. Ég hugsaði þetta alltaf þegar ég að labba og tek þátt í palestínugöngunum hér og maður er í svo máttleysi og bara hvað maður að gera og náttúrulega aldrei gera nóg og allt þetta, en það hugsaði alltaf bara eina sem hefur stöðvað svona stríði fólk og við bara verðum bara að reyna og bara að labba og stundum við látum og stundum við þögn og og bara það er það sem að hefur getað stöðvað svona. Og mjög mikilvæg þær göngur að því að þær göngur kröfunar eru vopnahlé, að þjóðarmorðið verið stoppað og fólki fái hjálp. Þetta eru sömu kröfur og alþjóðadómstólar eru að fara fram á. Þannig að þeir sem eru í göngunni, þeir eru að framfylgja sko lög og rétti í samfélaginu. En stjórnvöldin eru þar fyrir utan sko. En að því að myndi þetta á Johnson áðan, út af filibusters, að stoppa Málþóf. Hann sendi líka þjóðvarliðið inn í ríki gegn vilja fylgjana til þess að fylgja svörtu börnum í skóla eins og þau höfðu rétt á að gera. Þannig að þá hann greip inn í það framfyrir hendurnar. Það er einhverjir Trump megin í lífinu sem að telja að þetta sé bara sambarlegt ástand að Kalifornía sé að leysast upp í stjórnleysi og fólk bara hlýði ekki lögum sem eru sett það sem á að vísa fólki úr landi, það er búið að samþykkja þetta og þeir ætla að standa í vegi fyrir því og þess vegna verði ég að senda hann inn til þess að framfylgja vilja meiri hlutans eða eitthvað. Er einn mælendaskrá
ég búin að lokinni, nema einhver sem eitthvað mikið mál að tjá sig. Ég eitti öllum mótnunum í að skoða Íran og Ísrael. Já. Til hlítar. Já, það reyndar hérna á dagskráni, já. Já, nei, ég meina það bara hefur náttúrulega legið fyrir hjá Bandaríkjunum það eru mikil þrá að ráðast inn í Íran. Ég meina alveg síðustu... Samt tregða til þess að gera það. Já, verið tregða vegna þess að það hefur verið gerða svona síðan 2002 svona eitthvað svona hermi eða eitthvað svona, þið vitið, eitthvað svona hernaðarlegar æfingar og hefur alltaf komið í ljós að það ekki hægt að vinna Íran. Íran bara miklu flóknara heldur en, þið vitið, ég meina, þú veist... Þú getur ekki unnið á lofti. Þú vinnið það ekki á lofti, þetta þau eru með landamæri á 7 ríkjum, þetta eru 90 milljónir manna, þetta bara miklu flóknara en svo, pluss það að það svona þessi hugmynd, sko, þú varst í trúarlegu stríði. Það, þú veist, fólk sem í trúarlegu stríði, það miklu sterkara. Og þið sjáu, það var nú ekki eins og búin að ráða niðurlega Hamas, sem eru bara einhverju strákar í inniskóm, með einhverja byssur heimatilbúnar eða líku við að það ekki ennþá hægt að sigra þá. Svo hvað ímyndið ykkur með Íran? Eina vandamáli með Íran að það náttúrulega mjög einangrað. Þú veist, það hefur náttúrulega ekki verið mjög vinsælt og það náttúrulega þessi Axis of Resistance, hvað segir við Andof, Öxulveldana og þeirra svona hvað segir maður, svona proxy liða eins og til dæmis Hezbollah hefur verið náttúrulega mjög orðið miklu veikara í Líbanon en var. Þið sjáu stuðning frá Sýrlandi, hann ekki lengur til. Hútarnir, bless them, þeir eru eitthvað að rembast skiljiði og eru náttúrulega að ná svoleiðis að sko þetta þú veist, ég meina þetta getur eiginlega ekki farið vel. En ef maður sé að reyna aðeins að vinda ofan að þessu, Íran hefur maður tekið eftir að hafa alltaf verið svona, þið vitið, þetta bara eldgamalt menningarsamfélag, þau eru ekki, þegar þau tala Bandaríkin og svona Evrópulönd, þá þetta sérstaklega Bandaríkin, þá alltaf svo mikil æsingur, við erum búin að vera í 1000 ára, við bara tökum okkur tíma til að ákveða strategíur, við erum ekki eins og hinir bjánarnir. Það svona eins og Íranir tala sjálfa sig. Svo sem maður veit ekki alveg sko hvernig þetta fer en svo þessi látalæti í Trump voru rosalega áhugaverð. Einhvern veginn bæði fyrst segist hann hafa ekkert vitað af þessu eða Bandaríkjunum ekkert vitað af þessu. Svo kemur nú annað í ljós sannarlega og hann þarna í miðjum kjarnorku samninga viðræðum ákveður sko nokkrum dögum fyrir þessa 7. samningalótu að samþykja að það sé ráðist inn í landi og það séu drepnir nokkur af þeim einstaklingum sem eru viðriðnir samningana. Svoleiðis að, þú veist, aftur eins og þegar Hania, stjórnmálaleiðtogi Hamas samtakana var tekin að lífi í Íran. Ég meina, í miðjum samningaviðræðum. Þú veist, þetta svona einhvern veginn þeir spila þennan leik. Svo að það bara augljóst. Það verið að reyna að viðhalda stríðinu. Viðhalda einhvern veginn það verið að reyna að koma á auðvitað eitthvað skona draumur að það verið breytt stjórnarfari í Íran. Sannarlega margir í Íran eru þreyttir á þessu ömurlega stjórnarfari þar. En að breyta stjórnarfari í Ísrael, er eitthvað þetta þau? Hvernig stjórnarfar? Í Ísrael? Ég meina, hvað með það? Skiptu stjórninni þar? Skiptu stjórninni þar? Er það ekki líklegri til árangurs og fríðar? Já, það samt. Þú veist, ég ekki alveg vissum að það taki neitt miklu skárra við. Ég meina, það ekki eins og Ísraela sé ekki... Þá hringir eitthvað hrífin? Meiri hluti Ísraela eru með stríðsátökum. Eða þú veist, þú vilja, ég man ekki, 65% vilja útrýma Gazabúum og þú veist, alls konar svona eitthvað trillingur. 80% eru hlynntir stríð, 85%. En breytist eitthvað núna þegar stríðið kemur heim til þeirra? Þau kannski geta verið bara á ströndinni. Já, það væri áhugavert að vita og ég sá í morgun einmitt þegar ég var eitthvað að skoða að það er örtröð á flugvellinum að komast út og það hafa náttúrulega mikið að Ísraelum verið að fara út og sjálfur grundvöllur Ísraela að fólkið, að gyðingar frá Evrópu og Austur-Evrópu út allt komi til Ísrael og búi þar. Svoleiðis að auðvitað þetta læviblandið. Þetta kemur til með að hafa bara gríðarlega áhrif bara á Evrópu. Bara fjármál Evrópu, þú veist, þeir loka þarna fyrir Hormuzsundið sem hérna hjá Óman, við Óman og Íran, svoleiðis að alla siglingarleiði með olíu til Kína verða erfiðar og þar verið að framleiða það dót sem við kaupum
og Bandaríkin, svolítið að það alls konar svona áhrif sem þetta hefur, svolítið að þetta mun hafa miklu meiri áhrif en hefur verið, en ég bind bara kannski smá voni við að Íranir sýni stillingu eins og þeir hafa verið að gera. Þið vitið, og einhvern veginn leyfi ekki Ísrael að egna sig. Það nú verið að pota í augu, aldeilis, og að pota í augu Ísrael alveg linnulaust til Íran og þetta kemur bara mjög illa fyrir Arabalöndin. Þau hugsa ekkert annað en eigin, þessi ríki, Arabaríkin, þau hugsa eigin hagsmuni bara það að halda völdum, það að viðhalda einhvers konar samningum við Bandaríkin og þessi ríkustu lönd til að viðhalda viðskiptum, svoleiðis að Arabalöndin virðast ekkert vera að styðja Palestínu, ekki eru Evrópusambandið að styðja Palestínu og núna, það var einmitt áhugavert þegar þeir fóru inn í Íran að þá slöktu það á netinu, svona, maður veldi fyrir sér hvað var það, átt að murka enn, það er ekki eins og það hafi stoppað þau mikið að við höfum fengið að sjá þjóðamorði í beinni, en svoleiðis að, já, þetta lítur bara hryllilega illa út og þú veist, Íran er sterkt hernaðarlega og það á örugglega eftir að koma óvart. Þetta enn eitt sem þurfum að fylgjast með. Já. Það er við að sjá ykkur að lausna þessum málum, eins og í Úkraínur. Já, algjörlega. Það eru alltaf fleiri og fleiri hörmungar. Og enginn tala fyrir friði eða lausn. Enginn tala fyrir friði. Það sem að gerast fyrst einhver orði eða eitthvað sem möguleika. Sem að Ísland gæti gert. Já. Ég veit að, mér finnst að Íslandi að skottast og reyna að fá fólk til þess að tala fyrir friði, sko. Við höfum eiginlega ekkert annað hlutverk í heiminum, sko. Við erum ekki með her og mér finnst að alltaf ömurlegt að hlusta á utanríkisráðherra Íslands tala eins og við séum eitthvað herveldi og mér finnst það bara ekki passa við Ísland að tala fyrir stríði. Af því að við erum ekki með her og við erum svo fá að við getum ekki svona varið landið okkar, þannig að við höfum eiginlega ekki efna á að tala fyrir svona hernaði, sko. En má ég bæta við einu, það er einmitt, sko, með þetta sjónamið sem ég var að segja, sko, þú veist hvernig við á Vesturlöndum erum innrætt. Það er bara þannig verið hluta menningarkerfi. Svoleiðis að það er mjög áhugavert að vera að fylgjast með RÚV að ganni mínu. Ég gerir nú ekki mikið þegar ég er að fylgjast með svona fréttum, en það var óbóðslega áhugavert að sjá, sko, Ísrael segir þetta þetta, þessari innrósir, Ísrael telur, Ísrael segir og Ísrael, og maður bara, ok, svoleiðis að, þú veist, sko, Íran er pínu eins og miðflokkurinn. Þú veist, þú hlustar á ekkert hvað sem hann hefur eitthvað réttmætt að segja, sko, að þá, þú veist, bara, það er, þú veist, bara algjörlega, það elska allir að hata Íran og af góðum ástæðum líka. Svoleiðis að þau eru þarna að það ráðist á þá, Sarkozy segir, hann segir að Ísrael hafi rétt á að verja sig. Undan hverju sem er, Já, svoleiðis að Evrópa er fullkomlega stríðsóð að þessu leitið að allavega styðja Ísrael út í opinn dauðan. Svoleiðis að þetta er bara áhugavert til vitið svona þegar vondikallinn er að segja eitthvað. Þetta er bara vandamálið í Bandaríkjunum, Bandaríkjamenn hafa verið heilaþvegnir af síónisma. Þú getur bara gleymt í að ná einhverjum pólitískum völdum í Bandaríkjunum ef þú ætlar að tala gegn síónisma. Já, það er alveg hárrétt. Og það er stóra vandamálið. Já, það er það, sannarlega. Bernie, Guð blessan, hefur verið að tala gegn, þannig að það er svona einn furðufugl eins og Bernie frá smáríkinu Vermont sem að nær kjöri þrátt fyrir að vera ekki síonisti en þú veist, hann er svona undantekning. En niðurstaðan í þessu þessu tali er það í gamlan texti af Bubba Mortens þið munuð öll deyja. Það er þetta verið vita lengi að ekkert okkar lifir. Já, ég veit það. Nei, svona, fyrir orðaðastum við glemum raunverulegt að það er miklu meiri uggur í fólki núna heldur en við erum sem ég man eftir. Já, hvað sem við erum. Já, algjörlega afstæðar. Ég ólst upp og við fleiri sennilega í skugga þessarar kjarnorku vá. Algjörlega. Þegar ég er 17 ára sennilega kemur það sem þú varst að vitna í. Geislavirkir með utangarsmörnum og kofverið að þeir standa í Reykjavík og fórna höndum og það er kjarnorku sprengja í Keflavík og þetta var bara framtíðin sem við vorum að tikka niður í. Þannig að ég held að við séum ekki
að ala börnin okkar upp við sömu skelfingu og ég var alin upp við gagvart þessu. Kjarnorkuváin á einhverjum ástöðum læstengstar hefur ekkert minkað, en hún bara ekki svo ofurlega á baugi. Í staðinn erum við að ala börnin okkar í svona kvíða gagvart hnattrænni hlýnun og aukinni ólgu í heimsmálum, stríðum og eitthvað svona. Það ekki stóra bomban sem kemur skyndilega og allt ónýtt sem að ungt fólk er í kvíða. En til þess loftslagskvíði bara mjög raunverulega fyrirbæri hjá ungu fólki í dag. Það meira hægfara. Og ég veit ekki hvort er verra að búa við skelfingu stíkna smám saman við stóra svarið. Samt erum við kannski nær kjarnorkustríði núna heldur var að þeim ára. Já, nákvæmlega. Það er þessari viku. Rússland er kjarnorkuveldi, Ísrael er kjarnorkuveldi. Það voru átöki í Pakistan og Indlandi. Seglu til að viðhalda þessari skelfingu, þannig að við fann að lifa með henni og hún hefur fjarað út og svo kemur eitthvað annað upp sem svona Þetta svo víða í heiminum, sko. Það nú það sem Heyrðu, hér alltaf þetta. Það sól hérna sunnanlands og við verum að hleypa gestum okkar. Já. Guðrún Margrét, Halla og Davíð Þór. Takk ykkur fyrir að vera með okkur hérna. Takk fyrir. Og svo verðum við hérna Tossabekkurinn eftir. Sitjum eftir. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.